Góðan daginn, kæru frumkvölar. Hvað segið þið gott í dag? Við erum komin hérna í dag númer 2 í nýsköpunarvikunni og við ætlum að halda áfram þessu daglegu útsendingum þar sem að ég fæ til mín hérna ýmsu aðila sem eru með viðburði og eitthvað tengdir nýsköpunarvikunni. Þar sem við tölum frumkvölastarf og nýsköpun og ýmislegt annað áhugavert. En í dag ég með Hanna Melkorku sem einn af skipuleggjendum hátíðarinnar og ég líka með hana Svövu Björk sem hjá Rata og hún ætlar að segja okkur aðeins og tala aðeins við okkur frumkvölu umhverfið og ég ætla bara að hafa þessi spjöll alltaf á léttu nótunum og þið sem eru að hlusta og horfa, allavega þau sem eru að horfa í beinni útsendingu, að ykkur velkomið að skrifa spurningar og athugasemdir í kommentin fyrir neðan ef þau eru að horfa á Facebook eða jafnvel ef þau eru að horfa í gegnum YouTube þá getið þið líka skrifa kommentar og við munum svona taka fyrir þessi komment í beinni útsendingu og reyna að svara. Þannig að bara ef þið hafa einhverjar spurningar nýsköpunarvikuna, dagskrána, frumkvölu umhverfið, veðrið, bara hvað sem þá bara hendið þeim þetta inn. En Melkorka, ég ætla nú að byrja á þér og forvitnast. Núna í gær kláraðist fyrsti dagurinn af þessari glænýju hátíð sem nýsköpunarvikan Hvernig gekk fyrsti dagurinn og hvernig líður þið með þetta? Okkur líður náttúrulega bara frábærlega með þetta og það náttúrulega kannski aðeins meira að segja það að vera að starta viðburðardrifinni hátíð bara í miðju COVID. Þannig að við þurftum eiginlega bara svona að beita nýsköpunarhugsun á skipulag hátíðarinnar sjálfrar og smara öllum viðburðunum bara yfir á netið og hafa það online eða allavega svona flestum viðburðunum. Og þar með talið setningu nýsköpunarvikuna sem var í gær og ætlunin var í rauninni að hafa hana í fyrirlestarsalum í Grósku og hafa bara fullan sal af fólki. En við þurftum að breyta því, þannig að hún var alfarið online og gekk bara ótrúlega vel og við fengum hérna frábæri erindi frá forsetanum, Þórdísi Kolbrúnu ráðherra, Andra Heiðari frá Stafrænu Íslandi, Kristjáni Garðarsinni sem arkitekt Grósku og svo Hrefna Haraldsdóttir sem frá Marel og hún var að tala nýsköpun samhliða vexti og hvernig Marel svona viðheldur nýsköpunar andanum sem var ótrúlega spennandi. Og svo var líka í gær viðburður sem hét Geðveik nýsköpun og var á vegum Háskóla Íslands þar sem var verið að fjalla nýsköpun í geðheilbrigðismálum. Þannig að það var ótrúlega svona skemmtilegt og bara fjölbreytt erindi á netinu og þetta náttúrulega allt online og ókeypis, þannig að ég hvet náttúrulega alltaf til þess að fara bara á heimasíðuna og kynna sér þessa viðburði. Eitthvað hægt að nálgast svona eftir á þá viðburði sem eru búnir eða? Já, eitthvað af þeim. Þeim viðburðum sem strengt á YouTube og Facebook, þá hægt að nálgast bara á heimasíðun okkar og Facebook síðunni. En svo eru aðri viðburði sem mitt á Zoom eða Google Hangouts og þá eru þeir meira svona one-off og þá þarf fólk bara að vera dálítið vakandi og sæna sig inn á þá. Algjörlega. Þið sem eru að fylgjast með, ef að þið horfðuð á alla viðburðina í gær, þá megið endilega deila hvað ykkar svona hápunktur var, hvað ykkur fannst flottast eða mest áhugavert eða hver ykkur fannst vera flottast í fyrirlesturinn. Það mjög gaman að heyra og sjá hvað ykkur fannst þetta. En Melkorka, hvað framöndan í dag? Nú komið nýr dagur, fullt að gera. Hvaða viðburðir það sem fólk ætti að fylgjast með í dag? Sko það ótrúlega margt spennandi á dagskránni í dag og bara eins og akkurat núna þessa stundina þá bæði verið að setja hackathon nýsköpunarvikunar sem fjártækni og heilsuhackathon og það landlæknir og Arion banki og fjártækniklassinn og Dataka Labs að leggja til svona spennandi áskoranir á sviði heilsu og fjártækni. Og svo núna líka akkurat viðburður í gangi sem á vegum íslenska ferðaklassans og fleiri og Svava getur örugglega sagt ykkur miklu meira heldur en ég þetta en það verið að tala bara ferðaþjónustuna og framtíð ferðaþjónustunnar og tengja hana kannski líka við svona mat og matvæliðina innan Norðurlöndum og sjá svona hvernig þetta spilast allt saman. Síðan Data Center sem svona, hvað getur maður sagt, svona Bloomberg eiginlega fyrir sjávarútveginn og þau ætla að vera með ótrúlega flottan fyrirlestur eftir með nokkrum fyrirlesturum þar sem eru að rýna í gögn og tölur sem tengjast markaði fyrir Atlantshafsþorskinn. Þannig að við erum svona alveg bara frá ferðaþjónustunni yfir í sjávarútveginn og
og þar fram eftir göttunum og svo ætlum við að enda daginn á því að Team Spark sem kappakstursliðið Háskóla Íslands ætlar að fjalla nýsköpunina sem felst í því að vera með rafmagns kappakstursbíl og þróa og búa hann til. Þannig að við förum bara svo sannarlega út víðan völl í dag. Já, þetta mjög fjölbreytt dagskrá og hérna verður gaman að fylgjast með. Svafa, við komum nú aðeins inn á þig þarna. Getur þú sagt okkur aðeins meira frá þessu verkefni sem í gangi þarna? Þessi viðburður sem í gangi núna klukkan 10. Já. Já, þetta þess að íslenski ferðaklassin, Matarauður Íslands og Matís og svo Hacking Hekla sem eitt af mínum verkefnum. Þessi 4 verkefni sem koma saman með einn viðburð þar sem verið að skoða hvort að sjálfbærni geti orðið súrefni, bara súrefni fyrir ferðaþjónustuna í raun og veru. Þannig að það ótrúlegir tímar í ferðaþjónustu í dag. Ég held að það fari ekkert fram hjá neinum að sú grein bara hún rosalega löskuð. Þannig að það verið að reyna að skoða nýja nálganir hvað hægt að gera og Hacking Hekla fékk sem sagt liðsauka bara núna daginn. Hacking Hekla sem sagt lausnamót fyrir landsbyggðina og verður bara á netinu í ár og við fengum liðsauka Nordic Food and Tourism en það einmitt íslenski ferðaklassin, Matarauður Íslands og Matís sem eru íslensku partnerarnir í þessu norræna verkefni. Og þau gengur til liðs við okkur, þannig að fyrsta Hacking Hekla sem verður miðjan október verður með svona matarþema. Við verðum að skoða svona hvernig við getum farið í átt að sjálfbærari framtíð með nýsköpun í mat. Og í raun og veru kannski hvernig nýsköpun og ferðaþjónusta, hvernig samspilið þar á milli og hvað við getum í raun og veru gert til þess að auka bara nýsköpun í matatengdum bara, bara í mat í raun og veru og matur náttúrulega tengist öllum öðrum atvinningurum líka, þannig að þetta rosalega svona vítt og breytt. Það ótrúlega margt líka spennandi, ég veit ekki hvort að fólk gerir sér grein fyrir því hvað í gangi bara í matarnýsköpun á Íslandi. Það svo ótrúlega mörg spennandi fyrirtæki sem eru að spretta upp akkurat núna og kannski fyrirtæki sem eru að vinna með einhver svona matvörur sem eru bara gamlar og rótgrónar í rauninni eins og íslenska harðfiskinn og búa til eitthvað alveg nýtt. Mér finnst þetta akkurat svona rétti tíminn til þess að vera að tala þetta og hvernig við tengjum þetta líka inn í ferðaþjónustuna og túrismann og ég get bara tekið sem dæmi líka núna erum við með eitt viðburð í nýsköpunarvikunni sem verður í næstu viku þar sem að Von Mathús að taka höndum saman við fyrirtæki sem sprotafyrirtæki sem heitir Vegangerðin og að þróa nýtt íslenskt tempeh sem svona ekki alveg vegan kjöt en einhver svona sletti substitute fyrir kjötafurðir og þau ætla að bjóða upp á bara matseðil heilt kvöld sem í rauninni byggt á þessu nýja íslenska tempeh og mér finnst þetta svo ótrúlega skemmtilegt þegar svona veitingastæðir eða aðeinslega svona taka inn þetta nýja sem í gangi og halda dálítið utan þessi íslensku sprotafyrirtæki sem í matvælagerðinum. Nákvæmlega og ég upprunalega núna 2020, þetta Hacking Hekla lausnamót sem ferðast hringinn í kringum landi og við ætlum að byrja á Suðurlandi og ætlum að vera á Hvolsvelli en eins og Melkorka að tala að þá þarf að breyta öllum plönum út af COVID þannig í raun og veru þetta sunnlenskt lausnamót á netinu þannig en við erum með sérstakann fókus á í raun og veru sunnlenska frumkvöðla í matagerð og í ferðaþjónustu og þess að en að sjálfsögðu eru allir velkomnir alls staðar að landinu að taka þátt af því að þetta fer allt fram á netinu. Það kannski kostum við að hafa þetta á netinu að bara svona meira aðgengi fyrir alla hvar sem þeir eru. Já, og það líka það sem maður hefur gert sér grein fyrir að þegar að margir koma saman til þess að starfa saman hvort það eru mörg fyrirtæki að margir einstaklingar þá gerist allt svo miklu einhvern veginn, það verður svo miklu meiri hugmyndi sem koma fram og svo miklu meiri framleiðinni á tíma fólk þetta bara, það verður til eitthvað svona kraftur og það líka bara það sem nýsköpunarvikan að gera, hún að taka saman alls konar fyrirtæki og aðila í tengdu umhverfi sem að bara koma saman og það verður til svo áhugaverð orka sem að alveg ótrúlegustu hluti verða til úr. En svo að þú ert líka með annan viðburð líklega eftir helgi það ekki þar sem að þú ert að fara að tala og þú og þið hjá Rata eru að fara að tala frumkvöðla umhverfið. Segðu okkur aðeins frá þeim viðburð, hvað ætlaði að taka fyrir þar? Já, viðburðurinn semst á mánudaginn milli 11 og 12 og í raun og veru markmið Rata alltaf að efla einstaklinga og teymi og í gegnum svona störf mín í stuðningsumhverfi frumkvöðla undanfarin ár þá var ég alltaf að fá fólk til mín með sömu spurningarnar, bara hvað í boði, ég með svona verkefni, hvað stuðningur í boði fyrir mig, hvað nálgast ég fjármagn, hvað styrkir í boði og þetta.
Þannig að við hjá Rata ákveðum að halda utanum umhverfi frumkvöðla og ná bara svona utanum allt sem í boði fyrir frumkvöðla hvað var það stuðning. Þannig að við byrjuðum þessa vinnu fyrir þessu ári og ég meðal annars notaði nú Facebook-hópinn þinn Haukur til þess að ná aðeins betur utanum hvað var í boði og bað þarna frumkvöðla og aðra stuðningsaðila að hjálpa mér að ná utanum umhverfið og bjóð til í raun og veru, þetta fyrirlestur, þetta hálftíma fyrirlestur þar sem ég fer yfir bara, og þetta auðvitað hraðferð, þetta ekkert langur tími, þar sem ég stikla í raun og veru ekki stór, ég tala í raun og veru allt sem í boði, en ég fer hratt yfir og við sjáum þennan viðburð fyrir okkur sem svona leiðavísir fyrir fólk. Þannig að ef þú ert bæði langar að vera frumkvöðull og vill kynnast umhverfinu, þú ert nýr frumkvöðull og vill fá að vita hvaða þjónusta í boði, eða þú ert bara núverandi frumkvöðull sem kannski vantar að fara að leita sér að fjármagni og veit ekki hvert hann á að snúa sér. Þá þessi viðburður í raun og veru bara svona eins og leiðavísir, bara gjörðu svo vel leiðavísir gegnum umhverfið og þú skalt þá bara finna út hvað hentar þér, því að það náttúrulega misjafnt hvað hentar hverjum á einu. Og á mánudaginn fáum við til okkar góða gesti frá Poppies & Partners og þær ætla að hafa svona sérstakt erindi góð ráð varðandi styrktar umsóknir. En þær sérhæfa sig einmitt í að aðstoða frumkvöðla við að sækja styrki og þess að þannig að þetta svona í nótskuld hvað þessi viðburður og þessi viðburður í gangi hjá okkur mánaðarlega og hann frýr og við verðum alltaf með hann á netinu vegna þess að við ná til frumkvöðla á öllu landinu og stuðningsaðila þannig að við við setjum mikinn fókus í að vera í góðu sambandi við til dæmis atvinnuráðgjafana á öllu landinu og aðra stuðningsaðila þar til þess að í raun og veru ná utanum allt umhverfið vegna þess að umhverfi frumkvöðla á Íslandi ekki bara höfuðborgarsvæði, það bullandi nýsköpun og frumkvöðla bara í gangi allt land. Og það kannski ágætt að nefna. Ég ætlaði bara að skjóta inn, mér fannst svo gaman einmitt svo að þegar þú byrjar bara að taka þetta allt saman, þá sem maður hvað þetta langur listi og hvað mikið af einstaklingum, aðilum, fyrirtækjum sem í rauninni að gera eitthvað fyrir frumkvöðla og bara eins og sprotasetrin eða skrifstofuhúsnæði fyrir frumkvöðla, það var alls konar spennandi nöfn að koma þarna inn á lista sem ég hefði til dæmis ekki hugmynd og hvort sem það stuðningur við sprota á landsbyggðinni og líka eins og að tala það fyrstu stig, það sprota sem komið aðeins lengra eða það fyrirtæki sem hugsað skala, það stuðningur við þetta allt saman, það þarf bara að taka þetta saman eins og þið að gera og sýna þetta. Já. Og það bara ágætt að nefna það að þetta heljarna mikil vinna sem Svava búin að fara í þarna því þetta svo mikið, eins og Melkorka nefnir líka, þetta svo rosalega mikið af hlutum og stuðningi sem í boði svona hér og þar og það að taka þetta allt saman að það rosalega mikið verðmætt í því. Þannig ég mæli með að fólk kíki á þennan viðburð hjá henni Svövu. Ég hef sjálfur kíkt á hann og ég lærði ýmislegt af honum. Þannig að ég mæli hiklaust með að þið kíkið á það. Ég ætla líka bara endilega að benda aftur á að ykkur velkomin að senda inn spurningar ef þau eru með spurningar frumkvöðlaumhverfi eða eitthvað annað. Hérna var ég að fá athugasemd frá honum Alexander. Hann segir af hverju þessi snild ekki streamur live á til dæmis Vísi eða MBL, amma mín vill horfa. Ég held reyndar að mikið af viðburðunum frá nýsköpunarvikunni streymt á Vísi, er það ekki Melkorka? Jú, við erum með nokkra viðburði sem verður streymað live á Vísi og þar á meðal viðburðum konur í nýsköpun sem á vegum FKA og Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. Þær ætla að vera með svona panelumræður og erindi frá ótrúlega flottum konum bara úr öllum áttum í rauninni sem að tala sína tengingu inn í nýsköpunarheiminn. Svo Nordic Health málþingi sem líka streymt á Vísi og það verður á ensku, það samstarfi við Nordic Innovation og Ski að segja það. Og svo þriðviðburðurinn sem verður streymt á Vísi nýsköpun og verðlaunapalli, þar sem að Össur að fjalla stóðtækin sín og hvernig fótur frá Össuri kemst á verðlaunapalla á Ólympíuleikum fatlaðra. Þau eru í samstarfi við íþróttamenn sem að nota þeirra búnað til þess að keppa. Þannig að það ótrúlega svona aftur, ég bara get ekki hægt að minnast á hvað þetta svona fjölbreytt dagskrá í rauninni sem í gangi og það í rauninni líka sem við viljum sýna fram á. Nýsköpun bara, hún ekki einhver svona út í horni, eitthvað sem bara einhver einn hópur af fólki að gera, heldur liggur þetta bara þvert yfir atvinnugreinar og líka
ekki bara í sprotafyrirtækjum, heldur nýsköpun líka bara eiga sér stað inn í stórum og stöndugum fyrirtækjum. Hvort sem að það eru fyrirtæki sem eru bara í forgrunni nýsköpunar á Íslandi eins og Össur, Marel, CCP eða önnur fyrirtæki sem að myndi kannski ekki endilega hugsa að nýsköpun ætti sér stað eins og til dæmis verkfræðistofurnar sem eru stöðugt að búa til eitthvað nýtt og búa til eitthvað verkfræðendur. Þannig að þetta náttúrulega það sem að okkur langar að draga fram í sviðsjóðstig og vonandi þá verður hátíðin bara sem að ætlun að halda hann aftur í maí á næsta ári eins og nátti upprunalega að vera og þá vonandi getum við haft viðburðina bara í eigin persónu þannig að fólk getur komið og séð það sem í gangi hjá þessum fyrirtækjum og einstaklega. Frábært. Svo kannski fyrir maður aftur yfir í frumkvölva umhverfið út af því að það nú búið að breyta þannig mikið á undanförnum árum og ég hef nú verið nógu heppinn til að fá að fylgjast aðeins með því þar sem að það nú orðið hátt í 2 áratugi síðan ég stofnaði mitt fyrsta fyrirtæki og ég man þegar ég stofnaði mitt fyrsta fyrirtæki að þá var voðalega erfitt að byrja þetta og afla sér upplýsingar og það var mjög lítið stuðningsumhverfi fannst manni allavega þá. Hvernig finnst þér frumkvölu umhverfi verið í dag? Hvernig ef við kannski byrjum sérstaklega fyrst bara á þeim sem að taka sín fyrstu skref, hvernig finnst þér við vera að standa okkur í að taka á móti þessu fólki og hvað eru svona þessi helstu hlutir sem þau eru kannski að nýta sér? Já, ég held að frumkvöla umhverfið í dag einkennist af rosalega mikilli grósku. Það eru alls konar ný verkefni að spretta upp, eins og til dæmis bara nýsköpunarvikan og fullt af nýjum setrum og kannski líka verið að fleiri bara svona aðilar sem kannski voru frumkvölar eru síðan komnir út í ráðgjöf til að mynda þú Haukur. Þannig að það alveg fullt af svona, það eru fleiri verkefni og fleiri ráðgjafar að stíga fram sem eru að bjóða þennan stuðning til frumkvöla. En á fyrstu skrefunum þá það í raun og veru alltaf hafa verið svona 2 aðilar sem eru kannski svona go-to aðilarnir alveg til að byrja með. Voru allavega lengst að það var nýsköpunarmiðstöð og svo Icelandic Startups sem voru að bjóða upp á kannski svona fyrstu snertinguna að koma í ráðgjafa viðtal, geta sest niður í hálftíma og fengi fría ráðgjöf og svo tóku við verkefni annars vegar, kannski Gullleggið var svona náttúrulega frábært verkefni sem búið að vera í gangi í 12 ár sem fyrir frumkvöla á fyrstu skrefum það hjá Icelandic Startups og nýsköpunarmiðstöð var með til dæmis brautagengi sem frábært verkefni fyrir konur sem voru að starta fyrirtæki. En í dag, það sem mér finnst hafa gerst svolítið í dag það hackathon eru orðin bara ég veit ekki hvort við maður segja þetta sem bara eitthvað tískubóla, nei, ég vil kannski ekki taka þannig til orða, en það alveg ótrúlegur fjöldi af hackathonum sem eru í gangi í dag. Og þau eru frábær á þann háttin að þau hjálpa til dæmis aðilum sem kannski líta ekki á sig sem hugmyndasmiði, líta ekki á sig sem frumkvöla, prófa að taka þátt í hackathoni og fara í gegnum þetta hugmyndaferli, þetta nýsköpunarferli. Það svo ótrúlega lærdómsríkt, þannig að til dæmis fyrst mér bara liggur við að hackathon ætti að vera hluti af öllu háskólanámi og öllu framhaldsskólanámi að fara í gegnum eitt svona hackathon. Ég sé að hún velkvarka brosir og greinilega sammála mér með það. Vegna þess að þetta svo dýrmætt að læra þetta, að læra að einhvern veginn, við getum öll fengið hugmyndir, við getum öll spottað eitthvað svona vandamál og reynda að fara í gegnum hugmyndaferli til að finna lausnir við vandamálum. Þannig að ég held að hackathon eru frábært hvað þetta varðar og líka fyrir fólk sem eru alveg á fyrstu skrefum með hugmynd að finna hackathon sem hentar þeim og fara þá í gegnum hugmyndina, fara í gegnum hackathon með hugmyndina sína. Þannig að þetta finnst mér góð viðbót við umhverfið í dag, öll þessi hackathon sem eru að spretta fram. Já, og hackathonin, þau eru búin að vera til í smá tíma núna, sko. Ég man að fyrst að ég fór á svona hálfgerð hackathon, þá var þetta alltaf kallað Startup Weekend. Já, þetta var Icelandic Startups var einmitt með Startup Weekend held ég nokkuð nákvæmlega, og ég fór á allmarga svona viðburði, bæði hér heima og líka erlendis og ég hafði rosalega gaman af þetta verður svo mikil orka, sko. Í dag verðist þetta vera bara kallað almennt séð hackathon og mér finnst sumum finnast eins og að hackathon sé eitthvað svona tölvutengt, að þetta sé fyrir forritara og eitthvað svoleiðis og að því leitinu til ég held ég að nafni getur stundum verið örlítið fráhrindandi, en staðreyndin svo, og það er ekki rétt hjá mér, að hackathon miklu meira fyrir bara, miklu stærri hópa fólki heldur bara eitthvað tækniþekkjandi einstakling. Þetta rosalega góð, mér langar að fá skjóta inn vegna þess að ég sjálf meira svo farin að nota og ég veit að þau hjá nýsköpunarvikunni gera það líka, við notum lausnamót í staðinn fyrir hackathon.
Og einmitt, þetta fyrir miklu stærri hóp, eins og ég var nú að taka þátt í spjaraþoni með umhverfisstofnun nú daginn. Spjaraþon var í raun og veru lausnamót fyrir textíliðnaðinn og þar voru þetta held ég eingöngu konur sem tóku þátt og þar var ekki, lausnin sem vann var enda tæknilausn en það voru ekki allt bara forritarar að segja til. Þannig að lausnamót held ég betra orð, ég allavega mér líður betur með orðið lausnamót en hackathon. Hvað finnst þér þetta Melkorka? Já, ég ætlaði að skjóta inn. Mér finnst fyrir þá sem að byrja og eru með einhverja nýja hugmynd, þá þessi vettvangur, hackathonin, þá eru þau svo frábær. Vegna þess að ég held að fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir því, mikilvægasta tól frumkvöðulsins þegar hann að byrja tengslanettið og eru þessi samskipti ekki bara við mentora, heldur líka við aðra frumkvöðla sem eru kannski að gera svipaða hluti, hafa einhverja hugmynd í kollinum, veit ekki hvort það að láta af henni verða, en þurfa ræðana. Og af því ég kem ég svona komandi úr listum, kem úr sviðslistum, og það hugmyndin svo ótrúlega dýrmætt, að maður talar eiginlega ekki hana við neitt, af því að maður á alltaf að eiga hana fyrir sig. En í frumkvöðlaheiminum þá þetta akkurat öfugt og það að tala hugmyndina við aðra og fá feedback og fá endurgjöf, jafnvel fá bara einhvern veginn í teymið. Það það sem kannski svo ótrúlega dýrmætt á þessu stigi. Og líka bara því að Svava að tala hackathonin í menntaskóla og háskóla og af því að nú líka verið að tala hvað ég var að gera til þess að efla nýsköpun og efla nýsköpunar hugsun. Að þá þetta eitthvað sem ég finnst svo ótrúlega mikilvægt og það að koma nýsköpun bara inn í menntakerfið og inn í skólana. Hvort sem að það eru einhverju svona sér nýsköpunar áfangar og alveg frá grunnskólastigi eða hvort sem að einhver hackathon, lausnamót, eitthvað sem að gengur þvert yfir allt. En þetta eitthvað sem ég finnst ótrúlega mikilvægt að ég held við þurfum að byrja snemma og af því hackathon sem svona kannski oft tengt við forritara og þar leiðandi oft tengt við stráka til þess að fá fleiri stelpur í nýsköpun, það held ég við þurfum að byrja fyrr og byrja að innræta þetta frumkvöðla eðli bara eins snemma og hugsast getur. Mér finnst við vera ótrúlega svona góðum stað á Íslandi hvað þetta varðar, við erum með ótrúlega miklu svona grósku í frumkvöðlaumhverfinu, fólk svo tilbúið að hlusta á hugmyndir, tengja fólk og svo framvegis, þannig að við höfum í rauninni svona tólin og tækin til þess að gera þetta, við þurfum bara að framkvæma þetta. Já, en það einmitt, það alveg fullt af nýsköpunar starfi í gangi innan skólan á Íslandi, til dæmis gott dæmi Háskólinn í Reykjavík með kúrs sem allir fyrstaársnemar þurfa að taka í lok fyrsta árs, sem í raun og veru 3 vikna hackathon, mætti segja. Þar eru mynduð teymi og þau að finna einhverja hugmynd við einhverju vandamáli og einhvern veginn bara komast þess langt að þau geta með hana á 3 vikum. Þannig að það alveg fullt í gangi, en ég held að við getum jafnvel gert enn betur og eins og Melkorka að segja og jafnvel bara byrja miklu fyrr. En eitt varðandi þessi lausnamótið hackathon líka þetta líka bara af því að Melkorka að tala það svo mikið virði að ná að tala hugmyndina, ná að spegla hana, að fá endurgjöf frá mentorum eða öðru fólki. Það líka þetta að því að hugmyndir alveg eitt, en það að framkvæma hana, það gerir hana eitthvað sem virði. Og til að koma í framkvæmd, þá þarf að mynda teymi utan hana. Og hackathonin líka bara frábær vettvangur einmitt til að finna aðra sem að hugsa eins og þú, mynda sterk teymi og einhvern veginn svona, að því að það líka fyrsta salan jafnvel á hugmyndinni, þú veist, að því að frumkvöðlar eru alltaf að vera að selja, getur verið svo að selja ykkur að koma og vinna með þér. Það getur verið fyrsta svona sem við köllum svona proof of concept, þannig að það fá ykkur til að koma og vinna með þér að hugmyndinni. Þannig að já, það raun og veru teymi náttúrulega sem framkvæma hugmyndinar og þá verða þær eitthvað virði. Þannig að gaman að við komum að sína teymi og svona, því það svona svolítið það sem við brennum fyrir í Rata einmitt, að styrkja teymi. Og já. Og bara svona til að skjóta þig inn, þú veist, hackathonin bara einn vettvangur, en svo myndi líka bara hvetja alla, þú veist, til þess að skoða, að finna sér eitthvað svona coworking rými sem með öðrum frumkvöðlum, það líka svo margt sem að gerast. Nákvæmlega, þú veist, svo náttúrulega gullleiki í gangi núna, frábæri vettvangur, kannski þú ert búin að fara í gegnum 1 hackathon, að fara í gullleikið og svo náttúrulega eru viðskipta hraðlarnir allt annað, þú veist, þú ert búin að fara gegnum gullleikið, búin að fá svona, búa til viðskipta áætlun og fá smá rýni á hugmyndina þína
og að taka þá þátt í viðskiptahröðlunum sem í gangi. Við erum með fullt af viðskiptahröðlum á Íslandi með mismunandi fókus. Við Melkorka þekkjum það nú vel af því að við vorum báðar að stýra hröðlum hjá Icelandic Startups. Þannig að það rosalega flott. Þá ertu kannski jafnvel 6 til 10 vikur með öðrum frumkvöðlum að vinna hörðum höndum að því að koma hugmyndinni frá stiginu yfir bara af fyrirtæki. Þannig að hraðlarnir geta henta held ég ótrúlega mörgum líka og svo hægt að halda áfram að finna verkefni sem eða stuðning sem erlendis og þess og þess. Algjörlega. Ég var að fá komment Alexander bendir á að það eigi bara að byrja strax eða eins snemma eins og hægt og hann meiri segja með 2 leikskóla gutta sem hann leggur upp með að hjálpa þeim að byrja að hugsa í nýsköpun og hann leggur úrslega miklu áherslu á að læra af mistökum sínum út af því að miklu leyti snýst frumkvöðlastarf það við gerum náttúrulega öll mistök en að læra af þeim og bæta okkur og það rosalega góður eiginleiki í frumkvöðli að hafa að kunna læra af þessum mistökum sínum. En ég alveg sammála og í sammála eins og sé bæði sem þeir eru búin að tala og Alexander að tala þetta að það þarf að byrja að kynna þetta fyrir fólki mjög snemma og ég man þessi kurs sem þú talar Svava að þegar það var verið að byrja að kenna hann í háskólunum að þá ég var nú í mjög snemma allavega að fengja þetta sem mentor og fekk að setjast niður með þessu fólki og það var svo gaman að sjá að það var eins og að væri einhvern ljósapera sem kveiknaði hjá þeim út af því að það hafði aldrei áður sagt þeim að þau gætu stofnað fyrirtæki, skilurðu? Þau voru alin uppi það að þau ættu bara að fara í skóla og fara að vinna fyrir einhvern annan og svo kannski þau verið 50 eða 60 og komur úrslega mikla reynslu þá getur stofnað eitthvað svona ráðgjafa fyrirtæki eða eitthvað þá geta að fara til fyrirtæki. Það var svona hugmynd sem fólk hafði og það var úrslega gaman á þessum tíma og þetta reyndar ennþá daginn í dag þegar maður hittir ungt fólk og maður kynni fyrir þeim, þú getur stofnað fyrirtæki, þetta ekki erfitt, þetta er kannski erfitt en þetta ekki flókið og þú getur gert þetta og þá allt fólk bara, já, bara hugljómun sem kemur og þetta svo mikilvægt og þetta það sem ég náttúrulega líka að reyna að gera svolítið með öllum útsendingum mínum og allt svona að reyna að undirstrika það að segja fólki frá þetta sé valmöguleiki, þetta hentar ekki öllum, ég ekki að segja að fyrirtækjum sem hentar öllum, en þetta valmöguleiki og það mjög jákvæmt að kynna það fyrir fólki mjög snemma. En ég með spurningu fyrir ykkur báðar og líka fyrir alla þarna úti sem að hlusta og væri mjög forvitið að heyra, hvað finnst ykkur vanta núna í umhverfið fyrir frumkvöðla og fyrir nýsköpun? Hvað það svona sem hvaða hindran hafið þið lent í því sem eru úti og eru að hlusta, hvað að stoppa ykkur, hvað eru við stuðning við, hvað myndi hjálpa ykkur, hvað vilduð óska þess að væri þarna sem ekki nú þegar til staðar og við kannski bara byrjum á ykkur Svava og Melkorka, eitthvað svona sem þið taki eftir að vanti virkilega í þetta umhverfi eða erum við að vera komin á þann stað að við séum með allan þann stuðning sem þarf? Bara ef ég tala fyrir mig, þá náttúrulega vorum við að stofna þessa hátíð af því að hún meðal annars það sem okkur fannst vanta í stuðningsumhverfi frumkvöðla. Það bara einhver svona plattform eða einhver vettvangur til þess að sýna það sem í gangi hérna heima og ætlunin og ætlunin náttúrulega, og það það sem er okkar verk og það að byggja upp í rauninni þessa loftbrú til annarra landa, þar sem að þegar erlendir sérfræðingar eða frumkvöðlar, fjárfestar, hver nú sem það svo sem vilja koma og sjá það sem í gangi í nýsköpun í Íslandi, að þá geti maður beint þeim inn í nýsköpunarvikuna. Af því að hingað til hefur ekki verið einhver svona vettvangur til að segja, komdu sjáðu allt það sem í gangi. Það akkurat hérna í þessari viku. Þá allir svona þessir helstu viðburðir og okkar svona sýn svo að nýsköpunarvikan verði sambærileg öðrum svona tækni og ráðstefnu hátíðum á Norðurlöndum eins og Slush í Finnlandi eða Tech Barbecue í Danmörku eða Oslo Innovation Week sem kannski svona hvað helst sambærilegast nýsköpunarvikunni. En það svona þessi svona central punktur þar sem að fólki gefst kostur á að kynna það sem þeir eru að gera og mynda ný viðskiptasambönd eða tengsl eða nýta sér sína viðburði til þess að búa til ákveðin sýnileika, hvort sem þú ert að leita að einhverjum til þess
að ráða, rekrúta nýja inn í fyrirtækið þitt, hvort sem þú ert að leita fjárfestingu, styrkjum, eða vilt bara ná til almennings hvað varðar sölu og markaðssetningu. Já, Þannig að ég get sagt að þetta það sem að vantaði allavega hvað okkur varðar. Já, ég vil líka árið mikið var við þetta sko, þegar ég svona reyna að fylgjast með því sem að gerast og þykist nú vera nokkuð aktífur, en ég í mesta basli með að fylgjast með öllum þessu flottu fyrirtækjum til dæmis sem að núti, og því að það eru svo rosalega mikið af flottum frumkvöla fyrirtækjum úti núna, eða bara út allt á Íslandi, og það mjög erfitt að fylgjast með öllu því sem að gerast. Það væri náttúrulega frábært ef allir þessi aðilar myndu til dæmis koma á nýsköpunarvikuna og reyna að koma sér á framfæri og bara þannig að við getum fylgst með því sem að gerast sko. En svo alveg, þú með eitthvað skoðun? Já, ég hætti sammála henni Melkorku með að þú veist að ég var auðvitað líka að skoða bara hvað vantaði og eitt af því sem ég fannst vanta var betra yfirlit yfir hvað í boði. Þannig að við byggum til viðburðin að rata í frumkvöla umhverfinu og vonandi verður það bara eitthvað stærra og meira í framtíðinni. En sömuleiðis þá minn fókus og okkar fókus í rata á mannlega þáttinn og mér fannst vanta stuðning svona við frumkvöðlinn sjálfan í raun og veru kannski svona, já, og fór í markþjóðlanám og út úr því kom síðan að ég bjó til verkefni trúnaðarmaður frumkvöðla sem í raun og veru svona one-on-one fundir með frumkvöðlum þar sem þeir geta trúnaði tjáð sig hvað í gangi, hvernig þeim líður og hvernig gengur í fyrirtækinu. Það er mannlega þátturinn skiptir ótrúlega miklu máli. Ef frumkvöðlinn ekki í nægilega góðum gír þá eru síður líkur á að fyrirtækið nái árangri. Þannig að þetta var svona það sem mér fannst vanta og þess vegna ég núna að þróa trúnaðarmaður frumkvöðla og fékk einhvern styrk frá atvinnumálum kvenna til og núna að móta það og þróa það og skrifa viðskiptaáætlun en ennþá að taka frumkvöðla til mín í svona enga tíma. Og hitt náttúrulega sem vantar í frumkvöðlaumhverfi svo alltaf það bara meira fjármagn til frumkvöðla og það ótrúlega ánægjulegt að sjá að það búið að setja meira fjármagn inn í tækniþróunarsjóð vegna þess að það oftast á þessu fyrstu stigum þegar verið að móta flotta vöru eða þjónustu það þarf fjármagn. Já, en mér finnst mjög flott að þú nefndir einmitt þetta og að þú skuli vera að hjálpa frumkvöðlum út af því að andlega hliðin á þessu öllu eitthvað sem tekur mikið á, ekki mikið talað og ég hef í þessum útsendingum mínum alloft rætt þetta og ég hef sjálfur lent í erfiðum tímabilum og þetta svona það sem fylgir, þannig að það mjög gott að þessi vera að tala opinskátt þetta og gott að þú sért að bjóða upp á þessa þjónustu, en það sem mjög svo gaman núna af því þegar ég að hlusta á okkur það hvað því endurspegli frumkvöðla eðlið rosalega vel út af því að báðar sáu þið eitthvað sem vantaði og í staðan fyrir að kvarta yfir því þá voru bara hvernig getum við leyst þetta? Hvað getum við gert til þess að búið til lausna á þessu? Og Melkorka bjóð til nýsköpunarvikuna og svo hafa þú út með þína þjónustu þar sem þú ert að hjálpa frumkvöðlum af sama var mér að mér fannst vanta svona kennslu á hvernig ég að stofna og reka fyrirtæki á mannamáli, þannig þess vegna byrjaði ég með námskeiðin mín inn á frumkvöðla.is. Þú veist þannig að þetta svolítið þetta frumkvöðla eðlilega, við sjáum þörf á okkur finnst vant eitthvað og í staðan fyrir bara kvarta eða vera eitthvað pirru yfir því, þá bara hugsa við lausnum. Þannig mér finnst það bara frá. Þetta gaman líka þegar Melkorka kallaði okkur einhvern tímann þegar við vorum, ég man ekki hvernig vorum að tala, þá kallaði okkur stuðningsumhverfis frumkvöðla, eða það ekki? Eða hvað kallaði okkur? Ég man það ekki. Nei, auðvitað, þegar maður búin að lifa og hrærast undanfarin 6-7 ár í frumkvöðla umhverfinu, þá auðvitað verður maður hálfgerður frumkvöðl sjálfur. Og já, ég bara stolt að segja, ég kalla mig oft bara, kalla mig frumkvöðl, ég kalla mig stundum þessu svona ástríðu frumkvöðl. Þú ert ekki hálfgerður frumkvöðl, þú ert bara alveg fullkomið dæmi góðan frumkvöðl. En mér langar svo að skjóta inn í það sem þú varst að segja áðan þegar þú varst að tala við nemenduna og allir voru rosalega hissa að þeir gætu raun og veru stofnað fyrirtæki. Þá hef ég lent í því líka að vera að tala við sérstaklega kannski ungt fólk og upplýði þetta svolítið sjálf líka. Ég upplýði allt í svona býtu, ég bara fengi hugmyndir. Ég fór í gegnum svona ferli fyrir nokkrum árum síðan þar sem ég var að byrja í frumkvöðlaumhverfinu og ég hugsaði alltaf, ég get ekki verið frumkvöðla þegar ég fæ ekki hugmyndir. Svo átti ég rosalega gott spjall við eitt frumkvöðl sem sagði mér bara, þú þarft bara aðeins að opna á þetta. Þú þarft, í staðan fyrir alltaf að vera að fókusera að ég fæ engar hugmyndir, þú skalt fókusera þá í staðan á hvað vandamál ertu að sjá. Og að byrja þannig að horfa á vandamálin eða finna einhverja þörf eða eitthvað og vinna út frá því
að finna hugmyndir, og þetta hjálpaði mér, ég opnaði fyrir eitthvað og allt í nú var ég komið fulla bók og góðum hugmyndum. En svo líka bara svo að því þú talar sko, þú veist, að fá hugmyndir, það líka, þannig kemur einn sko mikilvægi teimsins, af því að þú þarft ekkert endilega að vera bestur í því að koma með hugmyndirnar eða þú ert að fara inn í teimi. Þú getur líka verið bestur í því að draga þér áfram, þú veist, taka við hugmynd og formgera hana. Af því þú veist, einmitt, eins og tölvun, það er eitt að fá hugmynd og svo er annað bara að koma inn í framkvæmd. Já, nákvæmlega. Það er kannski það sem að skilja á milli þeir sem er frumkvöld og þeir sem er ekki frumkvöld. Nákvæmlega. Við erum einmitt báðum með mastersgráðu í verkefnastjórnun, þannig að hjá Rata og okkar svona sérhæfing líka þegar við erum að kenna og þess að það er oft bara verkefnastjórnun fyrir frumkvöðla sjálfstætt starfandi og það er einmitt bara hvernig kemur þessari góðu hugmynd í framkvæmd, hvernig keyrur hann áfram og hvað þarf það að gera til þess að halda þið efnið á leiðinni. En já, nú er ég alveg búin að steingleyma því sem ég ætlaði að segja þegar ég var að skoða kommentin sem voru að koma inn sko. Það var eitthvað rosalega sniðugt, ég er alveg viss um það. En hann Alexander kemur aftur inn á í sambandi við frumkvöðlumhverfið. Hann er að tala að hann vilji leggja til að fólk sem starfi eða hyggist starfa við nýsköpun fái borgaralaun eða atvinnuleysisbætur í 12-14 mánuði í stað 6 núna sem kallast frumkvæði NMI. Bara góða punktur hjá hann sko, mér finnst almennt séð þetta frumkvæði hjá Nýsköpunarmiðstöð og Vinnumálastofnun mjög flott verkefni og það er kannski ágætt fyrir fólk líka að vita af því að ef fólk er á atvinnuleysisbótum og hefur mist vinnuna sína og það hefur það sem sagt getur það sótt þetta frumkvæði hjá Vinnumálastofnun og getur þá verið á atvinnuleysisbótum á meðan það er að móta hugmyndina sína í einhvern ákveðin tíma og mér finnst það bara mjög flott og gott að fólk viti af því. Já, nú man ég hvað ég ætlaði að segja. Kannski kemur það núna. Þeir voru að tala hugmyndir og hvernig hugmyndir koma og það eru til svona ýmsar mismunandi aðferðir hvernig maður finnur hugmyndir eða hvar hugmyndir verða til. Og ég á eina uppáhaldsleið til þess að fá viðskiptahugmynd og ég kalla það blótsyrðaleiðina og það sem gengur út á það að þegar þú ert í aðstöðu þar sem þú færð svo slæma þjónustu eða ert svo pirraður yfir ykkur að þú ferð að blóta að þá hugsanlega gæti verið ykkur hugmynd þarna út af því að þá er það eitthvað sem þarf að beturumbæta svo mikið að hugsanlega væri að þess virði fyrir því að eyða tímaðinum í að skoða það nánar og það gæti verið viðskiptahugmynd og ég hef stofnað eitt fyrirtæki út frá þessu og það var þegar ég stofnaði Bungalow, hann voru að leigja út sumarbústaði út af því að ég á búin að eyða heilum degi í það að reyna að finna sumarbústað til að leigja og þetta var náttúrulega áður en að Airbnb og allt þetta kom og ég var að hringja allan bæ og þetta var svo mikið vesen og ég var svo pirraður og ég alveg enda á því að koma með eitthvað blótsyrði bara af svona pirringi og þá allt inni fatt að býttu, þú veist, ef þetta er það slæmt að ég sé fann að blóta þá kannski er einhver svona viðskiptahugmynd og þannig var fyrirtækið mig til og ég rak það alveg einhver 7 ár eftir þetta. Þannig að það er alveg ótrúlegt hvaðan hugmyndir oft koma. Já, nákvæmlega. Það er alltaf bara að leita hvar er þörfin mest, hvar er neyðin mest eða hvar er stærsta tækifærið og þetta er svona eins og þú talar áðan. Þetta er svona, maður þarf að breyta dálítið svona mentalitetinu hjá sér í staðins að vera að horfa á þetta bara sem vandamál og hugsa þá hvernig get ég leyst þetta. Já. Og mér veist ég ofta á séði svona bara þegar ég er að kenna, þú veist, þá er oft svona ákveðin vandamál sem koma bara alltaf upp aftur og aftur. Það er til dæmis hvernig leysum að bílastæðavandamál í miðborginni. Það er allir rosalega pirraðir yfir því eða hvernig getur maður fengið iðnaðarmenn með stuttum fyrirvara. Já. Það er alltaf pæling og svoleiðis. Þannig að þú veist, maður sér alveg svona það er ákveðin vandamál sem er að koma upp aftur og aftur og eitthvað sem er að bögga fólk meira en annað. Þannig að aftur þetta er bara svona snúa við og finna lausn og koma með hana. En nú erum við komin svolítið vel yfir tíman sem ég var svona miða við, það var bara svo skemmtilegt spjall að ég leiði svona að halda áfram, það er búið að vera gaman að tala við ykkur. Ef að þið sem eru að hlusta eru með eitthvað svona loka spurningar eða loka athugasemdir sem þið vilja koma framfæri, endilega sendið það inn. Annars ætla ég bara að benda ykkur á að kíkja inn á nýsköpunarvikan.is til þess að fylgjast með dagskránni og hvað framundan er. Ég ætla líka að mæla með því að þið fylgjast með viðburðinum hjá henni Svövu þar sem hún kemur til með að tala frumkvöðlaumhverfið á mánudaginn kemur og fara dýpra á þetta allt saman.
En annars bara sé ég ykkur öll hérna bara hress og kát á morgun klukkan 10 þar sem að ég mun fá ykkur af fleiri skemmtilega viðmælendur til þess að tala við. En annars bara þakka ég viðmælendum mínum og öllum þeim sem fylgdust með bara kærlega fyrir. Takk.